Komið sæl og velkomin í Grænvarpið. Hingað til mín komin góðu gestur. Það hún Ásbjörg Kristinsdóttir sem framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs hjá okkur. Og hún fer fyrir núna miklu framkvæmdum á svona stærsta verktímabili Landsvirkjunar í lengri tíma ef ekki í sögunni. Vertu velkomin. Takk fyrir. Nú bara stóra spurningin hvernig gengur svona gróft á litið í þessum stóru verkefnum okkar, framkvæmdum? Það gengur bara fínt. Ég held að þarna gengur náttúrulega eins og eðlilega þarna það ólíkt eftir verkefnum hverju áskorun hverju sinni en heilt yfir bara gaman sko. Það ekki bara góðu mælikvarði á það hvernig gengur? Jú, ég held það sko. Það ekki? Já. Og þetta aðalega þá 3 verkefni svona stærstu verkefni sem við stöndum í núna. Þú getur svona lauslega bara farið yfir það hvernig þau standa og hvaða verkefni það eru. Já, sko mér langar kannski aðeins að þarna fyrst varðandi stóru myndina af því þú talar að við erum sannarlega að fara inn í þetta mikla framkvæmda tímabil hjá okkur. En það ekki bara vegna þess að við erum að reisa nýjar virkjanir, heldur eigum við líka fyrir náttúrulega 19 aflstöðvar land allt sem eru samfélaginu mjög mikilvægar og það afar mikilvægt hjá okkur að huga vel að endurbótum á þeim aflstöðum jafnt og þétt og þannig það eru fjölmörg verkefni fyrir svona framundan hjá okkur í því að halda áfram að viðhalda þeim svo vel sé. Þannig við erum einnig með í pípunum stór endurbótaverkefni. Og svo líka erum við að sjá að í þessum afstöðu sem við þegar eigum að þar eru oft tækifæri til þess að gera jafnvel enn betur með því að leita leiða til þess að einhvern veginn að stækka afstöðuna þannig hún geti annarkvort við tölum að sé þá meira uppsett afl eða hreinlega bara geti framleitt meira orku, geti skila meira af sér. Og þá erum við að nýta auðlindina betur, fáum fleiri megavatt úr sömu auðlind. Akkurat, sko, sem að við viljum gjarnan hafa ávallt í huga en það það hluti af okkar stefnu, við viljum nýta auðlindina svo best sé og þannig að það náttúrulega bara alveg frábært að hægt að horfa til þess að annarkvort það eitthvað í sérkenni aflstöðvarinnar sem að þarna veitir okkur bara þarna svigrúm til þess að bara gera betur. Ef þú vill eitthvað í breyttu umhverfi eins og til dæmis með þarna hlýnun jarðar í gegnum tíðina þá höfum við verið að sjá auki rennsli frá jöklunum og við vitum að það bara ákveðið mynstur sem að í gangi og þá fyrst okkur það verið ábyrgðarhlutverk hjá okkur að leita leiða til þess að nýta okkur þá vatnsdropa sem þó eru þá þarna falla frá jöklunum í átt til sjávar með því að virkja það á leiðinni á stöðu sem við þegar erum hvort sem að virkja fallið. Þannig það einn mikil í þessu. Svo bætt tækni þetta líka? Svo tæknina einmitt, akkurat. Tæknin fleitir fram, þannig stundum þetta færa á því að skipta út einhvers konar þáttum inn í afstöðunni sem að bara verður til þess að við erum þarna með bara vöru eða þjóðin á þarna fyrir vikið afstöðu sem að þarna gefur okkur meira sko. Þannig það annað og en svo talar einhver ný verkefni, þannig jú, við líka erum ávallt að horfa til tækifæri til þess að halda áfram uppbyggingu á bara grænni orku á Íslandi og við tölum það sem bara virkjana á kostina okkar og þeir eru fjölmargir sem við erum að horfa til hverju sinni og þeir og við færum það áfram í bara þróun eftir því hvað okkur finnst þarna eðlilegt að forgangsraða hverju sinni og þannig statt núna að það eru nokkri virkjanakostir sem eru komnir það langt í þróun að þarna við erum komið með þá inn í svona framkvæmdarfasa og þetta einmitt ólíkir virkjanakostir og kannski einna helst á borði okkar eru svona á borði okkar á framkvæmdarsviði við erum komið núna stigin í útboðshönnun, útboð og framkvæmdir á 4 kostum. Það að segja hérna á Suðurlandinu á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu að þá erum við með 3 nýframkvæmdaverkefni í gangi. Annars vegar erum við að reisa þar vindmyllur í Vaðalduveri.
Svo erum við að fara að reisa þar nýja vatnsaflsvirkjun í neðri hluta Þjórsár sem Hvammsvirkjun og svo erum við með þar stækkun á aflstöðinni Sigöldu og þar sem við ætlum að stækka stöðvarhúsum bæta við nýrri vél. Þannig að þetta eru svona 3 nýframkvæmda verkefni hérna á Suðurlandinu. Síðan eigum við líka nýframkvæmda verkefni á Norðausturlandi þar sem að í dag jarðvarmastöðin Þeistareykir og þar erum við einnig á sömu nótum til þess að nýta þessa auðlind eins og best að þá sjáum við tækifæri til þess að bæta þarna við svona nýri tegund af virkjun sem við kallum toppvél, toppstöð og þannig náum við einnig að ná fram auka aflgetu og orkuvinnslugetu á svæðinu. Þetta er bara 25 auka megawatt úr engu, Akkurat, já, einmitt, með því, já, akkurat, einmitt. Úr því sem annars hefði farið til spillis. Akkurat, glórían á baku það verkefni náttúrulega þegar kemur að uppbyggingu jarðvarma, þá kallar það svo mikið á þarna, þú þarft að bora eftir hitanum, sko. Og það oft náttúrulega bæði þarna kostnaðarsamt og tímafrekt en uppbyggingin á þessari jarðvarmastöð þarna á Þeistareykjum hefur verið bara varfær og við hefum nálgast þessa auðlind af mikilli virðingu og viljað svona vanda okkur varðandi uppbyggingu þar og þarna erum við án þess að bora meira að ná tækifæri bara til þess að nýta gufuna betur sem að í dag hvort sem að koma upp úr þessum hólum sko. Einmitt. En það nú hefur verið svolítið í fréttum hérna það sem hefur verið að gerast við aðöldum sem náttúrulega fyrsta vindorkuver landsins. Hérna og þar byrjað að reisa vindmyllurnar. Hérna það hefur verið miklir flutningar þar í gangi. Getur þú sagt okkur aðeins frá því svona og hver staðan á því? Já, heldur betur. Vaðölduver að rísa í dag á svæði sem einmitt þarna á Þjórsár- og Túnarsvæðinu þar sem í dag eitt stærsta starfssvæði Landsvirkjunar. Við höfum haft það rétt hjá í svona reynslu rekstri, 2 vindmyllur núna alveg frá 2014 þegar við gangsettum þær. Og við sáum með þeim rekstri að þetta svæði var mjög gott og mjög mikið vindgæfni þarna og á þessu svæði gætum við þarna reist frekari vindmyllur og náð orkuframleiðslu sem að jafnast á við það sem að erlendis þú finnur bara á hafi úti. Þannig að með þetta fyrir augum og því að þarna höfum við einnig til staðar þá innviði sem þarf almennt þegar að kemur að þessum framleiða orku úr vindi að þá þarftu náttúrulega vanalega að komast að svæðinu og síðan að flytja rafmagnið þaðan en þarna að þá ertu með náttúrulega flutningskerfi til staðar og þú ert með aðra innviði svo sem vegi til staðar einnig. Þannig svæði var alveg kjörið fyrir uppbyggingu á þessari virkjun. Og það miðar vel áfram og við erum þannig bara á plani sko. Við ætlum okkur í ár að ná að reisa þarna 14 vindmyllur og svo annað eins á næsta ári. Og jú, það sem hefur einna mest verið náttúrulega núna tekið eftir að við höfum ekki bara náð að undirbúa verkstæðin heldur erum farin að taka á móti þessum vindmyllum til landsins. Og þetta náttúrulega enga smá græjur sko. Þetta eru stór svona möstur og vindmyllspaðarnir og slíkt og þetta að mörgu leyti þetta sumt á þessu flutt alveg í heilu lagi og þetta kemur að... svona verkfræðilegt verkefni að flytja þetta á verkstað. Já, einmitt og þar náttúrulega hafa fjölmargir hagaðilar komið að og alveg bara var meiri háttar að sjá farsælt samstarf allra þessara hagaðila í því bara að ná utan þetta viðfangsefni bara hvernig ætlum við að koma því fyrir að taka á móti þessu vindmyllum í Þorlákshöfn og koma þeim upp á verkstað við Vaðölduver þannig að öruggt sé. Það var náttúrulega alltaf í forgrunni alls og það gerum við ávallt í öllum okkar framkvæmda verkefnum. Engin ákvörðun tekin nema við séum búin tryggja að það séu út frá öryggi fyrst og fremst. Og þá það náttúrulega bara
hvernig þetta hægt Nei, og það eru auðvitað við þráttur að vera þarna verkkaupin að þar náttúrulega bara hreyfum við okkar ekki nema að lykilaðilar sem hafa með sko vegsamgöngur á Íslandi að gera komi bara að borðinu og segi til hvernig þau meta þær aðstöður. Þetta náttúrulega einu mestu þungaflutningar sem að fram hafa farið á Íslandi. Já, svo það nefnilega reyndar annað að þegar við erum núna að flytja þessar vindmyllur að þá það aðalega sko flækjustig í því er fjöldin. Það að segja við þurfum að vera að flytja á næturnar bara 6 daga vikunar á meðan á þeim stendur núna næstu vikur. En það kannski ekki endilega þungin sem er flækjustigið en það kemur að einum flutningi hjá okkur núna síðar í sumar þar sem að mun reyna á þungan en þar vorum við að flytja upp á verkstað þennan spenni sem að þarna verður þá töluvert álag fyrir vegina að því leita að þetta er þyngsti hlutur sem að hefur verið fluttur bara vegi á Íslandi. Já. En þar erum við líka að bara vanda vel til undirbúningsins og þannig búið að leggja mat á þá flutningsleið og hún talin örugg fyrir þennan flutning þannig að við erum bara, vongóð og spenntu áhuga sem að sjá þetta allt bara halda áfram á þeirri braut sem verið hefur. Einmitt. Svo það Hvammsvirkjun. Hver staðan þar? Hvammsvirkjun verkefni sem við erum búin að vera með undirbúning í langan tíma og það er nú orðið alþekkt að það verkefni hefur þurft að mæta ákveðnum áskorunum varðar leyfismál og það virðist lítinn endi ætla að taka á því þannig séð en að því sögðu að þá erum við nú samt í þeirri stöðu að það verkefni núna með þau leyfi til staðar sem þarf til þess að halda áfram og við erum í dag í töluverðu framkvæmdum á verkstað. Við höfum hafið þar ákveðna jarðvegsframkvæmdir eftir að hafa undirbúið verkstaðinn þannig að við gátum fara að koma okkur fyrir. Það var reyndar ekkit smáræði, það þýddi að við þurftum að leggja vegi að verkstað og inn á verkstað. Við komum upp vinnubúðasvæði og öðru sem tilþurfti fyrir okkur og svo verktakinn fyrir sig. Og þar gengur mjög vel, enda þetta stórt verkefni og þarna hefur verið vel vandað til þess að vel verði að því staðið og eins og segi töluverði jarðvegsframkvæmdir sem það þarf að gera og sem að nú eru þegar farnar af staði. Já, einmitt. Svo sem myndist áðan var stækkun Sigöldu stöðvar, þar að vera að bæta við vél. Einmitt. Hver staðan þar? Akkurat, sko á þessu svæði þarna Þjórsár- og Túnarsvæðinu þá erum við búin að teikna okkur svona 20 ára planum þar hvernig skynsamlegt væri að nálgast þessar afstöðar út frá því að leita leiða til þess að stækka þær, auka aflið eða auka orkuframleiðslugetu. Sigölda þar fremst í röðinni og sem að gengur best upp út frá bara rennsli svæðið og út frá því svona hvað best að stækka á undan hinu. En ekki bara út af því heldur var þessi afstöð svo snilldarlega byggð fyrir 50 árum síðan að það var skilið eftir ákveðnir þættir í henni sem að nýtast við stækkunina. Það einfaldar okkur einhverju leitið núna það verkefni að stækkana þráttur það að þetta verði ekkert endilega einföld framkvæmd. Af því að við vitum það hér á Íslandi að það bara orkukerfi okkar þannig að við megum ekkert við því að vera endilega að taka út þessi afstöð í langan tíma og því reynum við að stytta eins og hægt útitíma afstöðurinnar á meðan við erum að stækka hana og því verður þetta náttúrulega áskorun að vera þarna í því að stækka stöðurhúsið og bæta við nýrri vél og annað slíkt á meðan við erum að reyna eins og hægt að halda áfram að kreista rafmagn úr náttúrulega þeirri afstöð sem að þarna í rekstri sko. Og tilgangurinn með þessari stækkun svona aðalega fest í því ekki að auka aflið þannig að það sé hægt að ráða við meiri toppa. Já, einmitt. Það þörf á því að auka aflið almennt í kerfinu á Íslandi og það tengist ýmsu. Við þurfum náttúrulega meira afl til þess að mæta því eftir því sem að orkugjafa fara að koma inn á netið sem
eru ekki með eins stöðugu orkuframleiðslu eins og til dæmis vindurinn. Og þannig að stækkun segulda mun fyrst og fremst auka aflið í kerfinu sem nauðsynlegur þáttur í þessari orku uppbyggingu sem við líka sjáum fyrir okkur. Einmitt. Þessar virkjunarframkvæmdir eru svona kannski nýstárlegar hvað okkur varðar að því leyti að við höfum ekki oft áður verið að byggja svona virkjanir í byggð og í miklu svona návígi við fólk og hvaða áskoranir fylgja því og hvernig hefur þetta gengið? Já, veistu það að byggja svona nýja aflstöð í byggð svo sem út frá framkvæmdinni ekkert svo mikið nýjung þannig. Við náttúrulega leggjum alltaf upp með það að vanda til framkvæmdarinnar aftur svo örugg sé fyrst og fremst en svo líka höfum við metnað í því að þetta séu bara glæsilegar afstöðar sem myndi sóma sér vel hvar sem hvort sem væri hérna í bara 101 bara í Reykjavík sko eða þarna í fallegri íslenskri náttúru eða nærri byggð. Þannig að við ættum öll að geta horft út gluggann og virt fyrir okkur bara fallegt mannvirki sem að gera ekkert annað heldur en að nýta íslenska náttúru í að framleiða grænt rafmagn. Hafandi sett það, þá framkvæmdilega sé það sem að kannski svona eykst í áherslum hjá okkur bara meðvitun það meðan á framkvæmdinni stendur kannski má vænta þess að það sé meiri umferð í nágrenni framkvæmdarinnar þannig við þurfum að vanda vel til upplýsingagjafar náttúrulega varðandi hvers ber að varast upplýsingagjafar svona þarna ef það einhverjar breytingar í framkvæmdinu sem að nágrannar þyrftu að vita vel af þannig að það skiptir náttúrulega miklu máli. Það kannski skýrt dæmi bara upplýsingagjöf flutningana. Já. Það skiptir miklu máli að fólk á svæðinu vissi hvenær þeir færu fram og þar fram til götu. Einmitt. Og það alveg eðlilegt eftir því sem fólk verður meira, þau verða meira vör við okkur. Og þá náttúrulega þarna viljum við gjarnan bara vera þau sem að veitum upplýsingarnar hvað þarna að sjá, hvað að gerast og hvers ber að vænta. En við höfum nálægð við samfélagið eitthvað sem bara líka eðlislegt í okkar störfum almennt land allt og við leggjum mikið metnað í að gera það almennilega. Við höfum okkar samfélagsstefnu sem tala til þess að við viljum skilja eftir jákvætt fótspor í okkar nærsamfélagi. Og það alveg eins með þarna reksturinn sem og framkvæmdir. Við setjum okkur markmið í okkar framkvæmdaverkefnum að þarna leita leiða allstaðar til þess að skilja eftir í samfélaginu bara jákvæða áhrif. Ef færi að þá þarna reynum við að leita til smærri verktaka í nágrenni framkvæmda okkar og fleira slíkt. Leita til þjónustu í nærsamfélaginu bara svona eins og hægt Þannig að, og svo þetta líka bara samtalið, að við leggjum mikið upp á því aðdraganda framkvæmda að eiga á gott samtal við nærsamfélagið og það getur verið á ýmsu formi en það nefnilega þannig með þessi framkvæmdaverkefni að samtalið alltaf af hinu góða og því fyrr sem við getum farið að tala saman sameiginlega hagsmuni því betra því að þá getum við sannlega látið þær samtal hafa áhrif en það náttúrulega ef fólk reyna að þvinga fram samtalið kannski á tímapunkti sem erfiðar að hafa áhrif það sem erfiðar að vinna með. Einmitt og við berum kannski sérstaka ábyrgð í ljósi þess að við erum fyrirtæki í eigu þjóðarinnar að svona hafa nægt samráð og samskipti við fólk. Einmitt. En en hvert svo viðhorfið svona í nærsamfélagi framkvæmdana? Hefurðu eitthvað svona skynjað það? Já, við Landsvirkjun leggur upp með ekki bara að hafa það sem markmið sitt, að þetta hluta sinni stefnu að vera góður nágranni í samfélagunum. Heldur viljum við náttúrulega vita hvort að svo sé og Landsvirkjun hefur sannlega verið að leggja mat á það
bæði út frá hver sjónarmið nærsamfélagsins eru með svona bara hreinlega könnunum á meðal íbúa en svo líka til dæmis gagnvart ferðafólki enda hefur það oft verið dregið fram sem svona fólk velti fyrir sér hvort að ferðamönnum finnist þetta hafa áhrif á þeirra upplifun þegar við erum að virkja á landinu en það virðist vera í þeim könnunum sem að við höfum látið gera að það sé ekkert nema bara yfirgnæfandi stuðningur við starfsemi Landsvirkjunar hvort sem snýr að því að þeim svæðum þar sem við erum í rekstri eða okkar framkvæmdum eða hver sýn fólks er á komandi framkvæmdir eða þörf á frekari framkvæmdum. Þannig við göngum til okkar verka bara sátt í okkar hjarta að við séum að gera það sem að þjóðin almennt sátt við að við séum að gera. Einmitt. Hvaða máli skipta öryggismáli í svona framkvæmdum? Öryggismáli skipta ávallt í öllum okkar ákvörðunum og það náttúrulega í svona framkvæmdaverkum að það verður oft þá verður svona ákveðnir álagspunktar eðlilega þegar kemur að öryggismálum. Það eru náttúrulega þessar framkvæmda tengdu áhættur sem eru til staðar sem er mjög mikilvægt fyrir okkur að vera vel vakandi yfir vakta og vera svona með forvarnar aðgerðir til þess að mæta þannig að til þess að lágmarka uppákomur en síðan þarna hefur verið náttúrulega eða svona aukin vakning í því að öryggi er náttúrulega ekki bara hjálmurinn og súvörn heldur þetta út frá líka sálfélagslegum áhættuþáttum. Það er að segja að það starfsfólk sem að kemur að verkinu að það að því líði vel að verkið loknu og við höfum í auknum mæli verið að greina okkar framkvæmdaverkefni út frá sálfélagslegum áhættuþáttum og skiljum þar vel ábyrgð okkar í því að til dæmis að hafa verkstæðin öruggan en einnig öruggan út frá bara líðan fólks. Nú verður maður vitni að því að þú ert svona, hvað maður segja, þú ert búin að vera það mæðir mikið á þér og álagið er mikið, maður bara sér yfirferðin á þér og hvað það er mikið að gera. Til dæmis, ef þú getur til dæmis lýst deginum í dag, þú byrjaðir í morgun á framkvæmdastjórnarfundi og ert bara búin að vera non-stop að síðan. Hvernig er það fyrir þig að standa í þessu og er þetta ekkert of mikið álag? Þetta eru rosalega viðamiklar og dreifðar framkvæmdur og verkefni sem er í gangi. Og veistu, Ívar, þetta er algjört lúxusvandamál samt, því að þannig þú getur spurt hvert sem vinnur á svona framkvæmdum að þú veist, þetta er bara gaman. Og þegar verkefni komast á það stig að við erum að fara að sjá framkvæmdina verða raunveruleika færust meira frá skrifborðinu og út í mörkina og vitum að við erum að fara að stað með gott verkefni sem við erum bara hlökkuð til að sjá rísa, þá er þetta bara gaman. En jú, dagarnir geta alveg verið stífir. Ég kom til ykkar áður og þá var ég að koma, það var 2 tíma framkvæmdastjórnarfundur, svo tók ég 3 stýrihópsfundi í beiti í framhaldinu sem var svona alveg, ég viðurkenni ég hef alveg verið ferskari, en þetta er bara gaman, þetta er bara gaman. Þetta er náttúrulega þú varst náttúrulega fyrsta konan til að stýra framkvæmdu við heila virkjun þegar að þú stýrðir framkvæmdu við Búrfell 2 sem var nú engin smá smíði. Hvernig var sú reynsla og hvernig var sá skóli og kemur hann sér ekki vel núna þegar þú ert í þessari stöðu? Jú, þetta á sér náttúrulega, þessi virkjana áhugin hjá mér á sér þarna rætur alveg til Kárahnjúkavirkjunar. Að þar fékk ég fyrst að kynnast í hvað það getur verið áhugavert að fá tækifæri til þess að koma nálægt svona verkefnum eins og virkjunarframkvæmd
það sem eins og ég segi, við ert að nýta það að náttúran gefur þér þessa auðlind og þú ert að reisa þarna glæsilegt verkfræði undur í raun og veru sem að aflstöð í það að nýta þessu auðlind þess að framleiða grænt rafmagn og ég bara persónulega þarna náttúrubarni sem í mér ásamt svona, þú veist, manneskjunni sem hefur náttúrulega gaman af því að sjá bara verkfræðina í þessu öllu, þarna bara mættist eitthvað og það varð ekki aftur snúið eftir það, þannig ég hafði reynslu þarna af því við byggingu Kárahnjúkavirkjunar því ég fekk færi á því að vera þar í verkefnastjórninni og svo hafði ég náttúrulega starfað áfram á framkvæmdasviði þannig að ég vissi út í hvað ég var að stíga þegar ég tók að mér að síðan að vera yfirverkefnastjóri við byggingu Búrfellsstöðvar 2 og það var náttúrulega bara alveg frábær lífsreynsla fyrir mig og alveg þarna náttúrulega bara glæsileg framkvæmd í svo marga staði þar til dæmis ímyndaður við erum að reisa þarna nýja vatnsaflsstöð svona í okkar eigin bakgarði sko. Við erum að nýta innviði sem til þú veist það svona aðrennsliskurður þarna við þurfum að taka smá sveigju á honum til þess að beina þarna jökulvatninu bara í aðeins aðra átt svo reisum við neðanjarðar aflstöð af hverju? Bara til þess að hún sjáist ekki skilurðu, þótt að mörgum þyki aflstöðar fallegar að þá samt sem áður sögum við þarna við skulum leyfa bara umhverfinu að þarna njóta vafans í þessu tilfelli fyrst að við getum það út frá orkuframleiðslu getu, áhættu og kostnaði skulum við reisa þessi aflstöðin í neðanjarðar og við reistum hana neðanjarðar vatnsaflsstöð þannig að eina sem gerist að þú sér vatnið bara fara aðeins aðra leið hverfur hún í fjallið svo birtist það þarna neðar og fyrir hvað? 100 megavatt þetta náttúrulega algjört snilldar verkefni sko. En ég tala svona öll börnum mín sko. en þetta alveg snilldar verkefni En þú ert náttúrulega svolítið mikið að ryðja brautina þú ert náttúrulega fyrsta konan til að stýra svona viðamiklum framkvæmdum og svo ertu í stafni í þessu rosalega framkvæmdatímabili sem hafið og verður á næstu misserum árum. Átt þú þér einhverja svona fyrirmynd sjálf? Já, veistu það skemmtilega við að vera í svona, þótt að maður sé í stafni fyrir þessi verkefni, að þá það samt þegar þú fær tækifæri til að horfa inn á það teymi sem sannarlega að vinna þessu verkefni. Og ég svo lánsum á mínu sviði til dæmis að ég með næstum 50 manna hóp sem þar kemur að þessu fyrir höndu verkkaupa í þessu verkefnum og þau eru að stýra þessu verkefnum, þau eru með margra áratuga reynslu mörg hver þeirra. Þau hafa sannarlega verið þau sem hafa staðið þarna í stafni þegar að það var verið að reisa virkjanir hérna, þú veist, hvað sem var í flóknum tæknilegum útfærslum eða í svona hvort sem það var samningslegi vingillin eða hvort sem það kannski teymi sem núna að koma að borðinu með þarna alla þessar framsýni og nýjungar sem við þurfum til þess að bara halda í við og halda í við að reisa hagkvæmar aflstöðvar því við viljum það sannarlega fyrir íslenskt samfélag og við sem að reisa það hagkvæmar aflstöðvar. Þannig það bara til að koma því að náttúrulega við erum öll bara með ólíka hatta í þessu og ég er með einn hatt en ég mjög lánsum að starfa með stórum hópa af fólki sem að ég lít upp til allra þeirra. Í gegnum tíðina náttúrulega að þá ég svona af þeirri kynslóð að það voru kannski svona það voru svona einn og einn sem að ég sem voru svona sterkar fyrirmyndir, þú veist, ef maður svona ákveða sinn veg og en núna get ég sagt, kannski þar á meðal voru ein og ein konur sem að maður svona horfði til og hugsaði með sér mikið frábær fyrirmynd þessi kona fyrir okkur sem að á eftir henni erum að koma og viljum fara þessa leið. Ég get nefnt til dæmis eins og Yrsa Sigurðardóttir, kona sem að þarna brennur fyrir verkfræðilega tæknilausnir en síðan rosalega skapandi og hefur þarna áhuga á því að vera þarna oft í stafni fyrir flóknar ákvarðanir tæknilega en samt bara svona eins og segi leysir það á svona. Hún var staðarverkfræðingur, var það ekki á Kárahnjúkum? Hún starfaði, hún var ekki staðarverkfræðingur, hún starfaði í svona verkeftirliti við Kárahnjúkavirkjun, einmitt og skrifaði einhverja bækur þarna upp í myrkrinu við þarna Kárahnjúkastíflu.
Þannig það svona þegar ég að taka mínar ákvarðanir þá ég með einstaka svona fyrirmyndir. En ég held að það sé mjög jákvætt núna að kannski þær konur sem eru að koma núna og ákveða sinn fram að veg að ég held að þessi mun meiri flóra í þarna kvenkyns fyrirmyndum og ég held að þessi líka bara meiri flóra í svona nálgun að frama. Fólk getur farið alls konar leiðir í átt að því sem það dreymir að þarna að áorka í sínu lífi og vil skilja eftir sig. Einmitt. Við höfum nú fyrir vana hér í Grænvarpinu að svona gestir fjalli aðeins sjálfa sig. Já. Og mér langaði svona bara til að spyrja þig svona hver bakgrunnur þinn og hvaðan ertu af landinu og þar fram eftir Guttorm? Já. Það stórt spurt. Það stórt spurt. Nei, þetta það sem ég þykir vænst og ég get þannig að gjarnan tala það. Ég er úr Breiðholtinu, kem þar úr stórri fjölskyldu og feta minn menntaveg yfir í verkfræðinám og það var einmitt eftir grunnnám í verkfræði sem að þarna... Foreldræðinir á þeim slóðum eitthvað? Verkfræðinni? Nei, reyndar ekki sko. Reyndar ekki. Bæði mamma mín og pabbi eru mér mikil fyrirmynd en ekki á sviði verkfræði. Þau eru bæði ótrúlega handlægin. Ætli það hafi ekki svona sýnt manni það hversu mikil sköpun getur fært manni í því að skilja eftir sig. En með mikilli hvatningu frá þeim báðum og að þá var ég alltaf áhugasöm að sækja mér menntun til þess að styðja við það sem ég langaði til þess að gera og úr var það, ég hef svolítið svona, ég nýtti mér það vel að ég var námsfús og langaði til þess að sjá hvað frekari sókn í menntun myndi færa mér og þannig ég fetaði langan menntaveg. Já, þú fórst í nám til Boston, ekki sant? Já, ég nýtti mér hrunárin hér á Íslandi í það að svona aðeins að ílengjast í námi í Boston. Fór þangað út upphaflega til þess að taka 2 ára nám við MIT í meistaranámi í verkfræði og MBA. En svo þegar það kláraðist að þá var árið 2008 hér heima og ekki mjög spennandi að koma tilbaka. Þannig ég þáði þar skólastyrk til þess að halda áfram í námi og kláraði þannig doktorinn. Já. En það var bara gaman því að ég náði með þessu skólastyrk að sníða doktorsnámið þannig að það var bara eins og það sem mig langaði til þess að kanna frekar. Og svo þegar því lauk að þá var bara hægt að nýta það í alls konar. Sko. Já, þá kemur heim og hvenær byrjarðu hjá Landsvirkjun og hvernig endaðu hérna? Þegar þú verður að tala þetta í svona árum sko. Ég kem hingað heim svo tilbaka undir lok árs 2012. Já. Og síðan í framhaldi af því hef ég komið í ólík hlutverk en ávallt á sviði svona framkvæmda. Já. Og þannig ég kem tilbaka fljótlega fer í yfirverkefnastjórastöðu fyrir byggingu búrfellsstöðvar. Í forstöðumanna hlutverk á framkvæmdarsviði og svo fyrir 5 árum síðan að þá tek ég við sem framkvæmdastjóri á framkvæmdasviði. Og hvernig hefur þér líkað hjá fyrirtækinu? Mér líka mjög vel hjá fyrirtækinu að svo mörgu leyti alltaf bara geggjaði samstarfsfélagar, er það ekki? Alveg, absolutt. Já, nákvæmlega. Svo líka bara finnst mér ávallt mikilvægt að geta staldra við það og í bara daglegum störfum fyrir hvað störfum við og að geta líka bara vita að maður getur stoltur sagt frá því að hverju við störfum sko. Við erum náttúrulega bara í því hérna að veita grænt rafmagn fyrir komandi tíð sko. Er það ekki bara feikna flott sko. Fyrir komandi kynslóðir? Ég nákvæmlega. Það er ágætt að hafa eitthvað svona aðeins aðra markmið með því sem er að brasa dagstaglega. Já, mér finnst það sko. Ég finnst til dæmis dóttir mín sem er nú 9 ára en 6 ára.
sko það alveg, hún var ekki nema 30 ára þegar hún var bara farin að tala um það að sko mamma vinnur við að búa til rafmagn. Já. Og af því að hún sagði reynda rafmagn í bílinn sko en það er af því að það er svo gott að geta sagt frá því hvað við gerum í okkar störfum sko. Einmitt. Já. Þetta nú kannski vill stundum gleymast að rafmagn kemur ekki bara sjálfkrafa á innstungunni. Nei, einmitt. En já, einmitt. En hver eru svona helstu áhugamál? Helstu áhugamálin mín eru bara tengjast mikið náttúrunni. Þegar ég vil hlaða batteríin þá bara að ég fái tækifæri til þess að fara bara út í náttúruna. Hvað svo sem það er. Elska að skíða, elska útilegur, elska bara að vera úti í náttúrunni. Þannig að það er ekkit, þú hefur ekkit, það er ekkit leiðilegt fyrir því að heimsækja verkstað og svona vera úti í slagviðrinu. Ég segi alltaf í mínu hlutverki núna fæ ég kannski ekki mikið að komast á verkstæðin en alltaf þegar ég kemst á verkstæð þá segi ég bara þetta er besti dagur vikunar. Ímyndaðir hvað það er frábært að fá að stíga upp frá skrifborðinu og fá að fara út á verkstæð og sjá raunverulega hlutina að gerast. Með fullri virðingu fyrir skrifstofufólki sko að þá bara er svo gaman að geta séð þetta verða að veruleika á verkstæð sko. Það er svo gaman. Glæsilegt. Þá held ég að þetta sé bara góð loka orð hjá okkur og bara þakka þér kærlega fyrir komuna í Grænvarpið. Takk fyrir spjallið. Sömuleiðis.